Hinrik, Jakob og Gyrðir voru niðurdregnir. Þeir höfðu ekki verið hreyfðir í nokkra daga til að refsa þeim fyrir óhlýðni og þá langaði út. Loks kom feiti eftirlitsmaðurinn. Vonandi yðristi, sagðan, og skiljið að þið eruð ekki eins mikilvægir og þið haldið. Hingað komin nýr togvagn sem heitir Pési og hann sækir vagna og Tommi og Eðvarð hafa rekið lestarkerfið óaðfinnanlega. En ég skal hleypa ykkur út ef þið lofið að haga ykkur skikkanlega. Já, herra, sögðu einræðarnar þrjár. En munið að þið þurfið þó líka að vera í snatti. Svo sagði hann Pésa, Eðvarði og Tomma að þeir mættu leika sér á hliðarsporunum í nokkra daga. Og þeir fóru og voru glaðir þegar þeir hittu Önnu og Klöru. Farþegavagnarnir voru ánægðir að sjá Tomma aftur. Eðvarð og Pési léku sér að kólavagnum. Stans, 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 æptu kólavagnarnir þegar þeim var komið á sinn stað. En einræðarnar hlógu og héldu áfram þar til allt var í röð og reglu. Næst fór Eðvarð með tóma vagna í kólanámuna. Pési var einn eftir. Honum var alveg sama, honum fannst gaman að fylgjast með lestónum og vera ósvífin við hinnar einræðarnar. Fljótar, fljótar, kallaði hann og þær urðu honum gramar. Þegar hann hafði lokið verki sínu beið Pési eftir merki að hann kæmist aftur inn á stöðvarsvæðið. Hann var mjög duglegur en fullkærulaus og fylgdist ekki nógu vel með. Eðvarð hafði varað Pésa við. Farðu varlega á aðalsporinu og flautað á teinavörðin svo hann viti af þér. En Pési gleymdi að flauta. Svo teinavörðurinn gleymdi honum í annríkinu. Pési beið og beið. Sporið var þannig stillt að hann komst ekkert. Svo horfði hann eftir aðalsporinu. Píp, píp, blístraði hann skeldur því þarna kom Gyrðir á fullri ferð til hans með hraðlestina í eftirdragi. Ó, rumdi Gyrðir, farðu frá! Pési opnaði augun. Gyrðir hafði stansað örfáa sentimetra frá Pésa. En Pési var byrjaður að hreyfast. Hér verð ég ekki, nú strýk ég, másaði hann. Hann fór í gegnum stöðinans Eðvarðs og var svo hræddur að hann fór upp Gyrðisbrekku án þess að nema staðar. Þá var hann orðinn þreyttur, en hann gat ekki stansað. Það var engin lestarstjóri til að loka fyrir gufuna og taka í bremsuna. Ég vil stansa, másaði hann. Maðurinn við skiptisporið sá að Pési var í vandastattur svo hann breytti sporinu. Pési fór yfir á hliðarspor sem endaði í Moldarbing. Nú var hann svo þreyttur að honum var sama hvert hann fór. Ég vil stansa, ég hef staðnæmst, sagði hann feginn. Hafðu engar áhyggjur Pési, sögðu verkamennirnir þegar þeir grófu hann lausan. Nú færðu vatnssopa og kólafarm og þá líður þér betur. Þá kom Gyrðir. Vel af sér vikið Pési, þú tókst svo snöggt af stað að þú komst í veg fyrir alvarlegt slys. Fyrirgefðu mér ósvífnina, sagði Pési. Það var snjallt hjá þér að stansa. Svo dró Gyrðir Pésa upp úr Moldarbingnum. Pési enn ósvífinn því þannig hann gerður, en hann alltaf afar varkár þegar hann á aðalsporinu.